Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Fólkið í bænum sem ég bý í er óvenjuleg og spennandi listasýning sem samanstendur af 8 heimildarmyndum en í hverri mynd er sjónum beint að einum einstaklingi sem býr á Akureyri. Einstaklingarnir 8 eru 4 konur og 4 karlar á ólíkum aldri og með ólíkan bakgrunn en sameiginlegi flöturinn er búseta þeirra á Akureyri. Fólkið í bænum sem ég bý í er sýning sem við ætlum að opna á Akureyrarvöku. Heimildarmyndasýning 8 ólíka einstaklinga frá Akureyri. Aðal svona kannski efnið eru 8 heimildarmyndir sem við erum búin að gera mynda fólk. Daniel Starason tók ljósmyndir af þeim öllum sem hanga með líka. Við fáum muni frá þeim öllum sem fólk má snerta og svo verður flík frá hverjum og einum sem hangir svona til hliðar einhvers staðar. Þetta er eiginlega svona grunnhugmyndin sko. Og hverjir eru það sem þessar heimildarmyndir fjalla um? Herðu, við föttuðum það fljótt að við þyrftum kannski svona, við gætum ekki haft allan bæinn undir, við þyrftum að finna okkur svona einhvern rauðan þráð til þess að vinna með, annars er þetta bara eitthvað súpa. Þannig að við svona lögðum upp með að tala við fólk sem er að gera eitthvað áhugavert eða spennandi sem kannski liggur ekki augum uppi, sem ekki allir vita endilega. Og þannig að við fórum bara á það leið að bara svona horfa, þegar við gengum götur Akureyrar og horfa bara á fólk og þetta notar maður Facebook og svona til þess að leita að einstaklingum, suma þekkjum við aðra ekki neitt. Já, við byrjuðum frekar fljótlega eftir að við stofnuðum okkar fyrirtæki sem er að verða ár síðan og þá vorum við með svona stærri verkefni á prjónunum en okkur langaði líka svolítið að gera bara svona það sem við vildum og ekkert vera að svona festa okkur of mikið í einhverjum ákveðnum tegundum af verkefnum og okkar bakgrunnur liggur í tónlist og leiklist og okkur langaði svona bara að blanda framleiðslu og kvikmyndagerð saman við þennan bakgrunn okkar. Þannig að við líka að láta einhvern veginn gott á okkur leiða svona hérna því við búum hér og okkar markmið er að skapa okkur atvinnu hér þannig að við getum áfram búið á Akureyri. Og úr var þessi hugmynd, ég held nú að Árni hafi eiginlega átt hugmynd til þessu. Já, ég einhvern veginn, við erum alltaf langað til þess að vera með listasýningu sko. Ég held að það verið nú eiginlega verið svona einn grunnur að sko, svona opna listasýningu, það er eitthvað svona skemmtilegt sko. Þannig að ef ég man rétt þá held ég að hugmyndin hafi svona aðeins sprottið út frá því að við vorum að hugsa sko okkur langaði til þess að gera eitthvað á Akureyrarvöku ef maður rétt, okkur langaði til þess að hafa einhverja sýningu og þetta var svona spratt út frá því. Svo er hann náttúrulega eins og Birna segir að við fórum bara að vinna svona verkefni sem að bara voru kannski meira svona í fyrirrúmi, eitthvað sem þurfti að gera fljótt og til að borga reikningana, skilurðu, og þetta fór svona aðeins í svona lægð á meðan og svo var það, held ég þegar að Eyþing auglýsti eftir styrkja umsóknum, þá kom þessi hugmynd eiginlega strax aftur upp og þá svona kláruðu við að þróa hana einhvern veginn. Já, þá settum við svona þennan ramma og fórum að ákveða hvaða fólk ætti að vera og svona þá kom mynd á þetta. Og Eyþing er sem sagt styrktaraðili og líka Akureyrarstofa og það er náttúrulega bara eins og allir vita gefur manni bara svona byrjundi báða vangi að fá smá pening til þess að svona geta allavega borða á meðan maður er að vinna þannig að það er bara æðislegt og þess vegna svona þeim að þakka þá var þetta að veruleika. Þeir sem urðu á endanum fyrir valinu og þetta er náttúrulega alls ekki tæmandi listi yfir áhugavert og skemmtilegt fólk á Akureyri en það eru Vilhjálmur Bergmann Bragason, leikritaskáld, Þóra Pétursdóttir, fornleifafræðingur, Eyþór Ingi sem er organisti í kirkjunni hérna og fuglaskoðari, Jenny Karlsdóttir, handverkskona, Sæunn Guðmundsdóttir, hún er ráðgjafi hjá Aflinu. Murti hérna á Indian Curry Hut
matreiðslumaður frá Indlandi, já, og Doddi Mix, DJ, Akureyrar. Og svo Heiðdís Austfjörð sem er súpersnappari og make-up artisti og alls konar. Þetta eru heimildarmyndir og flestar þeirra eru nú bara þannig að já, við tökum viðtal og svo myndum við þau svona aðeins kannski við þeirra iðju. Við eltum þau ekki við langt tímabil eða neitt svoleiðis. Þetta er langmest, þetta er bara svona eiginlega eitt moment eða svona einhvern veginn sem að myndirnar sína og svo segja þau svona aðeins frá hvað þau gera og hvaðan þau eru Og við eiginlega hugsuðum þetta sko sem svona portrett, eiginlega bara svona portrettmynd af einstaklinginum í einhvers konar vídeóformi. Þú veist, þetta segir ekkert alla söguna, en þetta gefur fólki svona hugmynd manneskjuna og svona vekur einhvern áhuga og kannski vekur fleiri spurningar heldur en svör, en á sama tíma að þá sýnir þetta líka sko ákveðin fjölbreytileika í svona litlum bæ. Þú veist, það er alls konar fólk að gera alls konar hluti sem er bara æðislegt. Sýningin var opnuð á Akureyrarvöku og var vel sótt. Áhugasamir geta þó enn séð sýninguna með því að líta við hjá Flugu hugmyndahúsi. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.